Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn hérna á Listasafni Akureyrar. Til mín komin hún Jenny Lára Arnarsdóttir og til hamingju með Jónsmessuhátíðina, listasumrinu sem að ljúka núna og Akureyrarvökuna sem tekur þá við. Já, takk fyrir það. Það búið að vera í ýmsu horn að líta hjá þér í sumar. Algjörlega. Þetta alveg búið að vera stórt en skemmtilegt verkefni. Já. Hefurðu kynnst bænum upp á nýtt? Já, algjörlega. Já. Alveg upp á nýtt sko. Já. Og það var líka út af viðburðum sem við vorum með á Listasumri alltaf á mánudögum, sem hét Bærinn minn, þar sem við vorum alltaf að kynnast einhverju nýju í bænum. Kíktuð inn á söfn og alls kyns, eða var það meir en bara söfn? Nei, það voru söfn og voru líka sögugöngur svæðið. Og síðan var Rakrastofa Akureyrar með fyrirlestur skegg í gegnum tíðina. Var það ekki skemmtilegt? Jú, það var mjög skemmtilegt. Þannig að það var hægt að tengja inn í hinn ýmsu svið bæjarins. Já, algjörlega. Og nú á að bara draga listasumarsfánan niður og draga Akureyrarvökufánan á húni. Já, já. Og þessi helgi undir lögð. Já. Og getur þú sagt okkur aðeins svona, hverju megum alls ekki missa af? Já, það náttúrulega eins og alltaf rökkuróin í kvöld, opnunarhátíðin. Það má alls ekki missa af henni. Það klukkan 8? Það klukkan 8. Við erum klukkutíma fyrr núna heldur en venjulega. Þannig að fólki sem að horfa á sjónvarpið þá af stað með ykkur. Núna. Já, og síðan tekur Draugahús við. Þetta ekki gamla góða Draugaslóðin, heldur þetta svona nýtt sem við erum að prófa. Það Draugahús í samkomuhúsinu. Já, við fáum að heyra meira af því á eftir kannski. Og svona því að komast ekki alveg nógu margir kannski það eru bara 150 manns eða eitthvað þannig sem komast að þá verður fjölskyldukarneval á leikhúsflötunni fyrir framan, þar sem að húlladúllan verður með svona sirkuslistakennslu fyrir fjölskylduna, þannig að fjölskyldan getur verið saman að gera sirkuslistir og Quidditch-keppni frá Amtsbókasafninu. Já, býtu, það eitthvað sem var í Harry Potter? Já. Við erum ekki að fara að fljúga, það? Nei, því miður. Það ekki ennþá komið svo langt. Nei. En það búið að útfæra leikinn fyrir sem sagt svona að geta spilað hann á jörðu niðri. Og Amtsbókasafninu með þetta? Já, þau voru með Harry Potter dag á Listasumri og þar slóðu þetta alveg í gegn, þannig að við ákveðum bara að hafa þetta líka núna. Og þarf maður að mæta með einhverja græjur eða eru græjurnar á staðnum? Allt á staðnum. Er þetta þá prik, kústprik eða hvað? Þetta eru sérsmíðuð prik, skils mér. Ok. Og það verið að slá einhvern bolta eða hvað? Já, nú þekki ég ekki alveg nógu vel. Við erum bara að fara á leikhúsflötinn og kynna okkur Quidditch. Algjörlega. Svo náttúrulega morgundagurinn, það aðaldagurinn. Já, hvað gerist þá? Þá alls konar út allan bæ, samt aðalega kannski hérna í Listagilinu og miðbænum. Hér náttúrulega verður formleg opnun. Formleg opnun hér og síðan hægt að byrja daginn upp í Sundlaug Akureyrar á milli 11 og 1. Þar verður ungt Akureyrs tónlistafólk að spila. Já, fyrir sundlaugagisti. Já, og þó að gamla laugin sé hérna lokuð núna vegna viðgerða, þá erum við alveg búin að setja þetta upp þannig að þetta verður fínt og það verður uppistandur á Aquasumba í innilauginni niðri og svo verður hægt að fá Marens-toppa frá Orðakaffi þegar maður kemur úr lauginni. Já, þessar skrautlegu sem fannst á Orðakaffinu. Þetta er milli 9 og 11? Nei, 11 og 1. Svo það náttúrulega Vísindasetrið. Já, það í Hofi. Það í Hofi, milli 1 og 4, eins og alltaf. Og þar verður Vísindavili með 2 sýningar. Já, á stóra sviðinu. Á stóra sviðinu og húlladúllan verður síðan inn í Hömrum að tengja saman sirkuslistir og vísindi sem mjög skemmtilegt. Og svo verða þetta básar eins og bara síðustu árin frá hinum ýmsu fyrirtækjum. En 4. En 4 verður þar. Og hinn ýmsu svona, Já, það verður hægt að fara í sýndarveruleika röldum landmannalaugar til dæmis. Já. Og skilja hvernig göng eru grafin. Ekki eru tímagöngin frá Skagafirði mætt hérna? Nei. Það er svona líka sýndarveruleika dæmi. Já, ég skilja. Já, það eru alls konar fyrirtæki sem taka þátt í þessu og láta þetta verða veruleika, Vísindasetrið getur orðið. Og þetta er alltaf einn af hápunktunum fyrir bara alla fjölskylduna. Og það kostar ekkert inn? Ekkert kostar ekkert inn. Það er allt frítt, allt í boði? Það er næstum allt í boði. Það er merkt sérstaklega inn á dagskrána ef það þarf að borga eitthvað. Og svo, þetta klukkan 4 og svo eru bara tónleikar í Gilinu kvöldið eða? Já, tónleikar í Gilinu kvöldið og fram að því, svona yfir daginn verða fornbílaklúbbur, Bílaklúbbs Akureyrar hérna með fornbílana sinna lagða hérna í Listagilinu. Heyrðu, þeir ætla að tróða þeim í Gili? Já. Klukkan hvað er það? Það er á milli 1 og 5 ef ég man rétt. Þannig að verður þá Gili bara, kemst fólk á Listasafnið ef það tróðist á bílnum? Já, þeir verða bara á annarri akreininni. Þeir ætla að koma sér fyrir þar svona og ef þeir ná mörgum bílum þá verða þeir þannig niðri á bílaplani og þar. Já. Líka.
Það verður alls konar að vera. Já, algjörlega. Þannig að allir ættu að finna eitthvað. Svo dagskráin lokið með tónleikunum og flugeldasýningu eða? Það ekki flugeldasýning. Það ekki þetta sinn, nei, hún daginn. Já, hún hún verslunarmannahelgi. Á Akureyrarvöku Fríðavakan, þar sem að kertunum raðið í tröppunar. Og það verður aftur í árið þetta og það Slysavarnafélagið aftur sem að sjá kertasöluna. Það á sunnudeginu? Nei, það á laugardeginum. Það byrjar í rauninni á meðan tónleikarnir í gangi og þá byrjað að raða kertunum og síðan standa kertinana til 11:30. Og klukkan 11 verður síðan hægt að fara í miðnætursiglingu með húna. Já, alveg. Með DJ sem að spila svona gamlu sjóaralögin. Já, ég gerði þetta fyrir þetta var dásamlegt. Já, það ekki. Já. Mælum með þessu. En svo líkur dagskráin á laugardagskvöld eða heldur hún áfram á sunnudag? Nei, henni líkur bara á laugardagskvöld. Klárum þetta bara þannig á miðnætti. Stæl. Já. Og þá ert þú bara laus úr þessu verkefni? Það var þetta bara, já, við þurfum nú kannski aðeins að ganga frá. Bara einhverju dagar í það. En þá ertu komin í annað verkefni sem ég langar líka aðeins að forðast um. Já. Leikfélagsskóla leikfélagsins. Einmitt. Eða leikskóla. Leiklistarskóla leikfélagsins. Og hann að fara að hefja göngu sín á ný? Já, hann að fara að gera það. Þannig að, og skráningar eru hafnar og þetta byrjar bara mjög vel. Þannig að ég er bara mjög spennt fyrir þessu verkefni líka. Hvenær hefst önnin? Önnin hefst, það skólasetning 5. september og önnin hefst vikuna eftir. Það verður nóg að gera hjá þér framöndan heyri ég. Já, ég held það. Eitthvað að lokum, erum við að gleyma einhverju svona? Það er góð spurning. Nei, það getur ekki verið. En það er náttúrulega maður getur minnt á dagskrána. Já, minna á dagskrána. Sem var send í hús eða ekki? Jú, átti að koma síðasta miðvikudag held ég með dagskráni. Og annars er hægt að finna hana á akureyrarvaka.is. Mjög góð listi þar. Já. Bara kæra þakki fyrir komuna og gleðilega Akureyrarvöku. Já, takk fyrir mig. Gleðilega Akureyrarvöku.